Jakob, 8 stiga ósigur gegn nágrannafélaginu. Hvernig er tilfinningin svona beint eftir leik? Bara mjög slæm. Þú veist, sárt að tapa og já, frekar vonsvikinn með margt sem við gerum í kvöld. Var samt Svín hitta hérna á ykkar heimavelli í kvöld. Hvað erfitt að spila við liðið, sérstaklega eins og Valsararnir voru í fyrri hálfleikinn. Hvernig upplifðir þú þetta? Já, þeir hittu vel og þú veist, gegnum allan leikinn og ég meina þetta er bara gott lið, marga góða leikmenn, kunna að vita að hverju þeir eru að leita sóknarlega og svona fá vörðina til að reyna að bregðast við því og þú veist, hreyfa boltann vel, þannig að þú veist, það er alltaf erfitt að spila við þannig lið og sérstaklega þegar þeir byrja að hitta vel, þú veist, þá er svona erfitt hvað maður á að taka í burtu. Þannig að klárlega er það eitthvað sem við hefum getið gert betur varnarlega. Þú veist, mér fannst við aðlaga okkar aðeins og töluðum það en þú veist, þá vorum við að gera bara einstaklingsmistök og missa mennin okkar, þú veist, á klaufulegan hátt. Bæði, þú veist, fram hjá okkur 1 og 1 eða backdoor eða alls konar svoleiðis hluti. Að sjálfsögðu Granna Glíma, þetta er náttúrulega næsta félag bara hérna við í Hlíðunum í Val og Valsararnir náttúrulega gert flotta hluti á síðustu árum verið að gera sig gildandi í körfunni. Svona eins og KR hefur kannski verið hérna árun áður og allt það. Hvernig upplifir þú þetta rævalri á milli liðanna? Finnst þér þetta vera að vaxa eða hvernig? Já, þú veist, mér finnst þetta alltaf vera til staðar í þessum leikjum. Þú veist, ég man líka eins og í fyrra þegar spilum við Val hérna heima, það var vel mætt og góð stemning og líka í kvöld. Þú veist, það er aðeins öðruvísi orka hérna þegar Valur kemur heldur önnur lið, finnst mér. Sem er bara frábært og eitthvað sem við þurfum að halda áfram með. Eftir góða byrjun á tímabilinu þá farið þið núna inn í þetta landsleikjahlið með töp á bakinu hérna á heimavelli. Þeir lítur að svíða svolítið svona farandi inn í nokkru veikna pásu. Já, það er mjög sárt að fara inn í pásuna með 3 tapleiki í röð og 2 heimavelli, þannig að auðvitað er það sárt og eitthvað sem það sýnir bara að það er margt sem við þurfum að vinna í. Og við þurfum bara að vera hreinskilir við sjálf okkur með það að við erum ekki að spila nógu vel núna og margt sem við þurfum að laga. Þannig að þú veist, það er líka spurning hvað gerum við það. Þú veist, það er líka spurning hvernig lið bregst við, hvernig einstaklingar bregast við þegar svona moment koma upp á tímabili. Þannig að við þurfum að sýna að við getum bara stígið upp saman og fundið lausnir til þess að vera betri. Alveg að lokum sá tími tímabilsins er að renna upp núna þar sem að þjálfarar og stjórnir hafa alltaf mikið tíma til að hugsa og sjá sér kannski leik á borði að breyta leikmannahópnum eitthvað, sjá einhverjar breytingar á meistaravöllum komandi úr fríinu 15. des. Það er ekkert á dagskránni, ekkert sem við erum að spá í núna sko. Við erum nýbúin að bæta við leikmanni og ég held að þessi sem frekar að horfa í það eins og ég sagði að finna lausnin til þess að liðið væri betri og spili betur saman. Kæra þakka, Jakob. Takk.